Jæja, velkomin í þennan jógatíma. Við ætlum að fara í dag í flæði með áherslu á axlastöðu. Svolítið mikið flæði, gott að hafa vatnsbrúsa nálægt og mikilvægt að hlusta alltaf vel á líkamann, fara alltaf bara eins langt og þér líður vel með hverju sinni. Ég heiti Eygló og ég ætla að leiða í gegnum þennan tíma sem tekur það bil klukkutíma. Við ætlum að byrja að koma okkur fyrir í þægilegri sitjandi stöðu og við ætlum að hafa hana þannig þægilega að þú getur setið í nokkrar mínútur. Vegna þess að við viljum koma okkur þægilega fyrir, við ætlum að reyna að spenna okkur ekki í mjóbakinu, heldur bara leyfa hryggnum að vera í eins áreynslu lítilli uppréttri stöðu og hægt er. Þannig að þú ert ekki að spenna naflann fram, spenna þig inn í fettu, heldur halda nokkuð svona nútral hryggstöðu. Og við lokum augum, draugum djúpt að okkur andan og við ætlum að andvarpa og slaka alveg á. Gerum 2 í viðbót, inn nef og andvarpa. Og með hverju andvarpi finnurðu að það slaknar á ónauðsynlegri spennu. Hugurinn lendir hér inn í þessu rými á dýnunni þinni. Þannig að þú finnur að athyglin færist inn í stað og stund. Og hér skulum við taka stöðuna á okkur. Finndu fyrir líkamannum, taktu eftir í hvort hann sé einhvers staðar að kalla á sérstaka athygli. Förum aðeins yfir það. Skoðaðu nákvæmlega hvernig þér líður og ef þú vilt geturðu nota þessar upplýsingar til að setja þér ásetning með tímanum. Orðið gæti verið mildi eða kraftur, gæti líka verið stuttsetning, eitthvað sem að höfðar til þín í dag. Við ætlum að byrja á Ujjayi öndun. Það öndunræfingin þegar við erum að anda frá okkur heitu lofti eins og við varum að búa til móðu á gler. Gerðum þetta örugglega öll þegar við vorum börn. Nema við ætlum að reyna að gera án þess að hafa munninn opinn. Þannig við öndum inn nef og svo fráöndun og kemur þetta hljóð hérna í hálsinum. Haltu áfram. Og ef þú getur, þá gerur hljóðið bæði á inn- og útöndun. Og finndu hvernig öndunin dýpkar. Þú hægist á henni og athyglin færist ennþá betur inn í stað og stund. Og meðan þú gerir Ujjayi öndunina, ætlar núna að gera hálshreyfingar. Hallaðu höfðinu varlega aftur á bak. Og fráöndun haka í 8 bringu. Innöndun aðeins að lengja, halla aftur og fráöndun haka í 8 bringu. 2 í viðbót, gerðu á þínum hraða. Og ef að öndunin fer í annan takt en það sem ég var að segja hérna rétt áðan, þá það allt í lagi. Og hefur höfuðið inn í miðju og svo höllum við til hliðana þannig að andlitið alltaf að vísa fram. Miðja innöndun, útöndun, halla til hliðar. Og við bara leyfum höfðinu að síga, við erum ekki að þrýsta, bara leyfa höfðinu að síga eins langt og kemst. Og ef þið finnst of stutt og stoppa bara á fráöndun, þá allt í lagi líka. Halda stöðunni og anda inn og út hér áður en þú skiptir hlið. Þannig að fyndu þinn takt og notaðu einmitt þessar hreyfingar hér til þess að taka stöðun á líkamannum, lesa líkamann og gefa líkamannum það sem hann þarf. Næst snúum við upp á, þá horfum við yfir öxlina en þú ætlar að reyna að hreyfa ekki búkinn. Þannig við erum bara að snúa upp á hálsinn. Hér pottþétt munur á milli hliða, taktu eftir honum.
Finndu líka hvað hreyfingarnar gera þér eiginlega svona leið gott. Finnur bara að hreyfingin verður örlítið stærri. Þú finnur kannski og heyrir brak í vöðvunum þínum. Það bara af henni góða, spenna sem að losna. Og findu leið þú búin að gera nokkrar hreyfingar, finnur að þú sér það aðeins lengra. Þú sér það aðeins lengra í báðar áttir og það akkúrat það sem að hreyfingarnar eiga að gefa okkur, þessar. Einu sinni enn, svo stoppum við í miðjunni og gerum hérna sitjandi kattarteygju, krippu og fettu til skiptis. Og grunnreglan innöndun fetta, útöndun krippa. En eins og með hálshreyfingarnar, þá allt í góðu að halda fettinu á inn- og útöndun og krippinu líka á inn- og útöndun. Eða útöndun og innöndun öllu heldur. Það leyfðu þér alveg að svara því sem líkaminn að óska eftir. Og nú ætlum við að bæta við og reyna að teikna svona hring með öllum búknum og fá axlir og háls og allan hrygginn, mjaðmirnar aðeins með inn í hreyfinguna og hreyfingin lítur alls ekki eins út hjá öllum og það bara allt í góðu. Skiptum átt, förum hinn hringinn. Erum við bara að æfa okkur í að gera óvenjulegar hreyfingar. Hreyfingar sem við erum ekki að gera svona öllu jafna í daglega lífinu. Flott, við stoppum hér og síðasta sitjandi æfingin öndum að í miðju og svo útöndun gerum við léttan snúning og við erum líka núna að snúa upp á hálsinn, innöndun, útöndun. Þannig að hér eru mjaðmirnar nokkuð vel skorðar af. En við erum að snúa vel upp á allan hrygginn, aldrei fara inn í sársauka. Þessar fyrstu hreyfingar eru bara hugsaðar sem upphitun. Axlir eru slakar. Leyfðu líkamanum að óþarfa að búa til spennu í öxlum á meðan við erum að losa í mjóbaki og baki og nú stoppum við. Færum okkur þá yfir á 4 fætur. Lófar undir öxlum, hnén undir mjöðmum og við ætlum að koma strax upp í stöðu hundsins og labbaðu mjúklega á staðnum og leyfðu blóðflæðinu aftur að koma niður í tær, slakað á höfði og hérna erum við komin í stöðu hundsins og stundum sé ég fólk leggja ofur áherslu á það að rétta úr hnjánum. Og þá gerist oft það sem ég að sýna núna að við fáum svona beygju á bakið, eiginlega inn í kreppu. Þannig það sem ég myndi freka vilja sjá að þú beygir aðeins hnén og þrýstir brjóstkassanum nær tánum og þannig farið betri slökun hérna á hálsinn og svo án þess að hreyfa bakið ætlar að þrýsta hælunum niður og athuga hvað þú kemst langt niður í átt að dýnunni. Þannig að þetta hundurinn, ekki það sem hún læsir hnjánum og beygir baki í krippu, heldur akkurat öfugt. Ok, næstu innöndun kemur niður á 4 fætur, næstu útöndun niður í hvolpastöðuna eða hvolpateygjuna, næstu innöndun upp á 4 og útöndun upp í stöðu hundsins. Innöndun, 4 fætur, útöndun, hvolpateygjan, innöndun, 4 fætur og útöndun hundur. Við ætlum að gera 3 til 4 svona hringi í viðbót og leyfðu þér alveg að detta inn í flæðið. Lokaðu augunum. Leyfðu hreyfingunum að stjórnast af andadrættinum. Það að segja, þú skiptir ekki stöðu fyrr en næsti taktur í andanum tekur við. Findu hvernig líkaminn dettur inn í flæðið.
Og næst þegar þú kemur upp í stöðu hundsins, ætlar að staldra þar við, þrýsta höfðinu vel inn á milli handana, svo ætlar að reyna að halda mjöðmunum stöðum, þannig að þú virkar djúpkviðin þinn, labbar lófana að tánum, alveg þangað til að þungin allir komin í iljar, þar ætlar að grípa olnbogana og hanga fram af mjöðmunum, dinglaðu höfðinu, fram og aftur en líka til hægri og vinstri svona á milli fótleggjanna og dinglið má alveg vera svolítið kröftugt og ættir jafnvel að fá gott tog alveg hérna frá mjóbakinu og niður í höfuð og háls. Næst þegar þú andar frá, slakaru alveg á höndunum, hafðu hnén bogin, hafðu góða svona krippu á bakinu og rúllaðu hryggnum rólega upp, hryggjalið fyrir hryggjalið. Hakan inn að bringu allan tíman alveg þangað til að þú kemur upp. Og þegar þú kemur upp og veltur öxlunum aftur á bak, gerðu stóra og góða hringi hér. Einu sinni enn og það góð tími fyrir vatnssopa og nú ætlum við að fara að hefja flæðið okkar. Við ætlum að byrja að gera bara einfalt og gott flæði. Byrjum fremst á dýnun okkar, stöndum með mjaðmabil eða aðeins minna á milli fóta og þegar við stöndum þannig, þá reynum við fremst á dýnun okkar og reynum við að láta tá númer 2, þessi táin við hliðin á stóru tánni, hún á að benda fram og þá tilfinningin eins og við séum innskef og þá ertu á réttri leið. Þannig að við komum okkur þannig fyrir og dreifðu þunganum vel á báðar iljarnar, hnén eru mjúk, hryggurinn er langur og í svona nútral stöðu eins og áðan þegar þú sast á gólfinu. Engin spenna í öxlum. Ef þú treystir þér til að loka augum þá gerir það núna. Við öndum núna einu sinni að og frá. Og aftur. Og á fráöndun færðu hendurnar í bænastöðu. Næstu innöndun teygirðu hendurnar hátt upp. Langur háls, hallaðir aðeins aftur á bak í baksvegi, fráöndun, kemur inn í frambeygju, mjúk hné, baki beint eins lengi og getur, fingur í dýnuna sikkur megin við iljar og togaðu enni átt á sköflungum. Næsta innöndun, kíktu fram, búið til langan hrygg og svo aftur fráöndun, toga enni átt á sköflungum. Einu sinni enn, kíkja fram. Og núna á fráöndun stígur aftur á bak stórt skref með hægri, settu hnéð í og réttu úr þér hérna, opnaðu faðminn, legðu mjöðmunum að þrýstast niður og fram, bringan þrýstist fram en þú kristir herðablöðin saman. Fylltu lungun hér og svo fráöndun, lófar niður, við stígum aftur á bak inn í hundinn, lækkum okkur niður í planka, við gerum vinyasa flæði, einfalda útgáfan en hné niður, bringa og haka og svo upp í svan, mjög mikilvægt að spenna aðeins kviðin hérna, svo tærnar inn undir og upp í hundinn. Lyftum aftur hægri, hátt upp, stígum fram, aftur að hnéð í dýnuna, finnum góðan stöðuleika, opnaðu faðminn, mjöðminn að þrýstast niður og fram, bringun að þrýstast fram og upp. Fráöndun, lófar niður, nú ætlum við að stíga fram, og inn í frambeygju, settu lófana saman, axlir slakar, mjaðmir niður og hendur leiða hreyfinguna upp. Þú spyrnir upp með fótunum, hátt upp, inn í baksvegi og aftur beint niður, fráöndun. Allavega niður, gerum alveg eins áðan, enn að fótum. Kíkja fram, enn að fótum. Kíkja fram. Stíðu aftur á bak með vinstri, stórt skref, hné í dýnuna, alveg eins og áðan. Finndu þér handstöðu við hæfi, þrýstu mjöðmunni fram og niður og bringunni fram og upp. Fráöndun, niður á lófana, tilbaka inn í hundinn, niður í planka, vinyasa flæði. Innöndun, upp, upp, upp. Hundur. Vinstri upp, stígðu fram, aftur að hnéð í. Opna faðminn, fyndu opnunina frá hné og upp í höku og fráöndun niður,
Stígum saman fram, aftur inn í frambeygju og lófar saman, mjaðmir niður, hendur leiða hreyfinguna upp inn í smá baksveigi og bænastaða, smá pása og vatnssopi. Mjög góð upphitun. Svo höldum við áfram að byggja svolítið ofan á þennan grunn. Ok, smá vatnssopi og svo bara aftur ekkert of mikið því að þá líður okkur bara illa með magann fullan af vatni. Komdu þið fyrir. Anda að og frá. Næsta innöndun og svo fráöndun, hendur í bænastöðu. Innöndun, hátt upp. Notaðu útjæöndun eins mikið og þú getur í flæðinu. Förum inn í frambeygju á fráöndun, enni í átt á sköflungum. Kíktu fram, aftur enni í átt á sköflungum. Kíkja fram. Og svo hægri aftur og bak. Og þú getur núna sett hnéð í eins og þú gerðir áðan eða þú getur komið í það sem kallast hátt framstig eða high lunge. Þá ertu upp á aftara tábergi, spennir aftari fótlegginn, spennir kvið, réttum hérna úr okkur upp, veljum okkur handstöðu og alveg eins og áðan, nema nú kemur opnunin frá eiginlega bara ökla og upp í höku. Opna vel og svo fráöndun niður. Inn í hund, niður í planka, gerum vinyasa flæði og hundur, eitt andvarp hér og svo hægri hátt upp, stígðu fram, sama formúla, þú velur fótstöðu, upp, fyndu opnunina frá aftari fæti, upp í höku og fráöndun niður, stígu fram, inn í frambeygju. Lófar saman, kotu upp í standandi, baksveigja og beint aftur niður. Frambeygja. Kíkja fram. Frambeygja aftur. Kíkja fram. Stíga aftur og bak með vinstri. Veldu þér fótstöðu. Hnéð má vera í. Opna vel. Herðablöðin saman. Samt langur háls. Niður, inn í hund, niður í planka, velja sér vinyasa útgáfu. Mér finnst gott að gera í upphitun nokkra svona aðlagaðar vinyasa flæði. Það er svo með að maður er að finna svona taktinn í líkamannum. Næsta innöndun, vinstri hátt upp, stígðu fram, velduðu fótstöðu með aftari fætinum og upp, opna bringuna, mjöðmina. Og fráöndun niður, saman, frambeygja, alla leið upp, baksveigja og bænastaða, smá pása. Vatnssopi, aðeins stærri hreyfingar, lítið dýpra flæði. Vona að þú finnir hitann í líkamannum og hvernig svona allt er að byrja svona verða meira líf einhvern veginn í kroppnum. Ok, höldum áfram að byggja og nú verður þetta aðeins meira spæsi í. Já, flott. Ok. Þannig að núna ætla ég að bjóða ykkur upp á að stökkva aftur og bak. Og if you know, you know. Bara þeir sem vita, þeir sem þekkja, þeir vita. Ég leiði ykkur inn í, það er mjög skemmtileg útgáfa. Ok, standandi staðan okkar sterk. Nútral hryggur, innöndun, öndum að og frá fyrst. Losum okkur við alla óþarfa spennu. Aftur innöndun. Og svo núna á fráöndun. Bænastaða. Innöndun hátt upp og baksveigja. Farðu inn í frambeygju. Enni átt á fótum. Kíkja fram, fylla lungun, fyndu að þú kemst aðeins lengra núna en áðan fyrst. Og frambeygja aftur. Og kíkja fram. Og svo ætlum við annarkvort að stíga eða stökkva með báðum fótum inn í plankan. Gerum hérna vinyasa flæði, síga fram og upp. Og svo upp í hundinn, andvarpa hér. Og ég ætla svo nú að mér
Við öndum næst að hægri fótur hátt upp, stígðu fram, settu aftari hælinn í, vindmyllan kemur hérna upp, sterk staða og þegar við erum hér þá eru axlirnar bara beint fyrir ofan mig að mér. Þannig að við erum ekkert eitthvað að fara neitt hér, við bara byrjum hér, finnum góðan stöðuleika, axlir slakar, langur háls, svo kemur hægri lófin upp. Teygðu núna aðeins fram og svo hátt upp, kannski svona nokkurn veginn lóðrétt lína á milli lófana, en farðu eins langt og þú getur og fyndu opnununa hérna í hægri síðunniðinni. Fremra hnéð ennþá bogið og svo næst þegar þú andar frá þá hallar þér fram á hnéð eða inn fyrir hnéð og ef þú nærði ekki niður geti verið gott að vera með kaup en alls ekki skilja mjöðmina eftir hérna uppi. Beygðu áfram fremra hnéð og reyndu að ná lóðréttri línu hérna á milli lófa eða tegðu hendina yfir eyrað. Það kemur ennþá meiri opnun í vinstri síðuna þína. Aftur upp. Nú réttur úr báðum fótum. Hallaðu þér fram og svo niður allan tíman. Lóðrétt lína á milli lófa. 3, 2, fyndu opnunina hér. 1 og við rísum upp. Beygðu núna fremra hnéð inn í stríðsmann 2. Svo koma báðar hendur fram og upp og niður. Inn í hundinn, niður í planka. Vinyasa-flæði og hundur, andvarpa, talandi hund, það hundurinn minn, kominn hérna, kemur kannski inn í mynd, hann kátur. Ok, tilbúin í hina hliðina, innöndun, vinstri fótur hátt upp, stígðu fram á milli lófana, aftari hælinn í, vindmylla, sterk staða. Vinstri lófin upp, fram og upp, fyndu opnunin í vinstri síðunniðinni, á fráhöndun veltu þér fram, inn stjúpt og þú kemst, mjöðminn sígur niður, 3, 2, 1 og aftur upp, réttum úr fremri fæti, halla þér fram og niður, lóðrétt lína á milli lófa, fyndu opnunin í hægri síðunni, kannski mikill munur á milli hliða, það það hjá mér. 2 og 1, þá kom brak hann í bakinu mínu, alltaf svolítið gott. Upp aftur, stríðsmaður 2, stríðsmaður 1, hendur hátt upp og niður, tilbaka inn í hundinn, velja sér vinyasa-flæði og hvolpateygja. Ruggaðu mjöðmunum. Losaðu spennu í mjóbaki ef einhver Teygðu svo báðar hendurnar til hægri út fyrir dýnuna þína, slakaðu á höfði, þrýstu mjöðmunum í gagnstæða átt. Svo skiptur hlið, hendurnar út fyrir dýnuna hinum megin, þrýstu mjöðmunum í gagnstæða átt. Og inn í miðju lófar sikur megin við hnén, þrýstu í dýnuna og komdu upp í sitjandi. Ok, vatnssopi. Við ætlum að gera kröftuga öndunaræfingu næst. Við ætlum að gera kröftuga öndunaræfingu. Hérna, cirka í miðjum tíma. Hálfnuð í gegn. Við ætlum að fara fyrst í gegnum Kapalabhati sem heitir hreinsunaröndun og mjög góð fyrir lungun. Svo ætlum við að gera hana með handarhreyfingu. Og ef ykkur finnst handarhreyfingin eitthvað skrítin, ég útskýri hana betur á eftir, getið þið sleppt henni. En hreinsunaröndunin sjálf mjög góð. Hún eiginlega þannig að við erum að reyna að koma hreyfingu á þindina og þindin liggur akkurat undir lungunum. Og við erum að reyna að fá þindina til þess að búa til svona hálfgerðan hnerra hreyfingu. Þannig að hún banki svona upp undir lungun og komi af stað einhverju sem gæti sest á botninn í lungunum. Gamalt staðnaloft, stundum raki, getur verið ýmislegt sem að svona sest í lungun og við ætlum bara að koma hreyfingu á hlutina. Þannig að hreyfingin eða æfingin sjálf svona pínlítið eins og við séum að snýta okkur. Og það ágætt að vera kannski bara búin að því. Það má líka gera hana öndunina út munninn í staðinn fyrir nefið ef maður til dæmis stíflaður, kvefaður eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við þrýstum loftinu
út nefið eins og við séum að snýta okkur og svo slökum við á öndunarvöðvunum til þess að loftið komi áreynslulaust aftur inn. Og ef við prófum bara 5 svona rólega þetta ekki flóknara en þetta. En við ætlum hins vegar að gera 50 stykki. Og það eina sem á að hreyfast kviðurinn. Við erum ekkert að hreyfa axlir eða höfuð eða háls. Sitjum bara í þessari núllstöðu hérna með hrygginn. Ok, ég held ég sé búin að útskýra nóg, ég held ég sé alveg búin að ná þessu. Öndum einu sinni að og frá fyrst. Og losaði við alla ónauðsynlega spennu. Svo öndum við bara djúpt að og svo gerum við taktfast. Tæmdu alveg lungun, andaðu svo djúpt að, teygðu hendurnar hátt upp, fylltu lungun, hreyfðu úlnliðina og blástu frá og leyfðu höndunum að síga niður, settu hendurnar út á hné eða í kjöltu, nú öndum við að og við höldum inni. Og tæma. Andaðu að og frá. Leyfum andardrættinum aðeins að jafna sig. Finnum að það er svona meiri ró yfir andardrættinum. Hann eflaust orðinn dýpri og venjulega gerum við fleiri umferðir af þessari en að því að við ætlum að bæta aðeins við núna þá förum við yfir það. Þannig að þú mátt gera alveg eins og við vorum að gera núna, aftur. Við erum að gera eina umferð viðbót. Þú mátt gera nákvæmlega eins. Og ef þið fannst þetta eitthvað flókið eða skrítið, þá kannski bara ágætt þú gerir það. Hins vegar, ef þú vilt fara aðeins dýpra, þá handarhreyfing með í næstu umferð. Og það væri þá, byrjum með hendurnar hérna uppi og mér finnst gott að byrja með svona útglennta fingur og svo fráöndun annarkvort út munn eða út nef og þá kreppum við hnefana og við erum svona að pressa handleggina á brjóstkassan hérna, búa til ennþá meiri hreyfingu og víbring á öndunarrýmið okkar. Þannig að við prófum 5. Þetta ekki flóknara en þetta. Og við ætlum að gera 50, alveg svo áðan. Þannig að, tilbúin. Við öndum að og frá. Öndum að, tegjum hendur upp. Svo öndum við frá. Og 50. Og núna öndum við að, tegjum hendurnar upp eins og áðan, fylltu lungun, hreyfðu úlnliðina og slakaðu höndunum svo niður. Við öndum að, höldum inni. Og við tæmum. Og svo leyfum við andardrættinum að róast og fyndu fyrir öllu sem að gerast í líkamanum núna. Finnur eflaust meiri svona virkni, meira líf allstaðar. Mikið í gangi, miklu meira súrefni út allt og við ætlum að nýta okkur það
í næstu sólarhyllingu og fara inn í flæðið okkar aftur áður en við förum í gólfæfingarnar. Ef þú vilt fá þér vatn, þá er góður tími núna. Og þá komum við yfir á 4 fætur. Byrjum þar. Á 4 fótum og við öndum að og við öndum frá, förum upp í hundinn. Öndum að, hægri fótur hátt upp, fráöndun stígðu fram, aftur í hælinn í, vindmylla upp, þú ert komin inn í stríðsmann 2, svo förum við í viðsnúin stríðsmann, farðu eins og langt og þú getur, hálsinn langur, axlir slakar og veltu þér svo fram eins djúpt og þú kemst, hátt upp, 3, 2, 1, aftur upp og rétt úr fremri fæti, förum inn í stórar þrýrning, halla þér fram og svo niður, 3, 2, 1, aftur upp, beygðu fremra hnéð, báðar hendur fram og upp, stríðsmaður 1, fyndu opnunina framan á mjöðmuna og framan á allan líkamann, fráöndun niður, inn í hundinn og reyndu núna að hafa hægri fótinn á lofti, lækkaði niður í planka og með fótinn á lofti gerum við vinyasa. Og hann kemur í gólfið þegar þú pressar upp í svaninn. Og tilbaka inn í hundinn aftur. Gefum okkur eitt andvarp hér. Slakað á hálsi, herðum. Fyndu að þú kemst miklu dýpra inn í hundinn núna heldur en áðan þegar við vorum að byrja. Ok, næsta innöndun vinstri hátt upp. Stígðu fram, aftur í hælinn í, vindmylla, stríðsmaður 2, viðsnúin stríðsmaður og fráöndun velta fram, anda að og frá hérna, teljum 3, 2, 1, innöndun upp, rétt úr báðum, fráöndun niður eða fram og niður og svo anda að og frá hérna niðri, 3, 2 og 1 og aftur upp, stríðsmaður 2 og stríðsmaður 1. Fyndu opnunina allan fremri líkaminn, niður á lófa, inn í hund, vinstri fótur á lofti, lækkaði niður í planka og reyndu að gera vinyasa hérna eins og áðan. Og svanur og hvolpateygja. Ruggaðu mjöðmum til hliðana, teygðu á mjóbakinu eins og þarft og svo setjumst við upp, fáum okkur vatnssopa og lúsum fætur og við sitjum núna nokkurn veginn á miðjunni á dýnunni. Iljar annarkvort hér eða lausar frá. Og hún aðeins erfiðari þannig að þú losar iljarnar frá. En við skulum helst ekki gera það fyrr en eftir að við erum búin að lengja aðeins hrygginn og virkja djúpkviðin okkar. Langur háls, axlir slakar, svo höllum við okkur aftur á bak og þeir sem treysta sér lyfta hérna fótunum og svo ætlum við að gera kreppu. Stýra okkur niður hryggjarleið fyrir hryggjarleið, eins hægt og þú getur. Hér ætlum við að nota þrjóskuna okkar, við ætlum að reyna að fá hælana, handabök og hnakkan til þess að lenda nokkurn veginn á sama tíma. Notaðu útjægjöndunina, hjálpar hérna þrjóskunni að finna. Og þegar þú lendir, þá ætlarðu algjörlega að slaka á, sleppa taki. Og það er alveg eðlilegt að hérna sé einhver smá spenna í mjóbakinu. Þannig að núna ætlum við að beygja bæði hnén, toga þau að okkur og rugga og prófaðu nokkrar útgáfur. Getur verið gott að fá hnén alveg bara þétt að bringu vel saman og rugga þannig. Getur líka verið gott að fá hnén bara svolítið vel í sundur og rugga þannig í hringi. Og ef þú kemst inn í happy baby eða káta barnið, þá er hún líka mjög góð. Og
þegar þú ert þar ágætt að rugga varlega til hliðana. Ef við förum á langt og dettum við kannski, en það ekkert hættulegt, rúllum við yfir á hliðina, bara færum við okkur aftur yfir á bakið. Ok, nú ætlum við að fara inn í nokkrar kviðæfingar. Hendur eru niður með hliðum, fætur í átt á lofti, nema þú ætlar að kreppa ökklana og þrýsta stóru tánum saman. Taktu núna eftir því hvernig bakið liggur hérna í gólfinu og rúllaðu rófubeininu bara svona aðeins inn undir þig til að virkja djúpkviðin. Þannig ég ekki endilega að reyna að þrýsta mjóbakinu niður, ég ætla bara að halda því í þessari stöðu sem það núna. Hendurnar eru hérna niður með hliðum, lófar niður, ég ætla að pressa stóru tærnar saman, svo slaka ég fótunum eins langt niður í átt að dýnuna og ég get án þess að missa stjórn eða spennuna héðan. Þegar ég komin eins neðarlega og ég treysti mér, þannig að ég ná ennþá að anda, þá lyfti ég höfði, held áfram að pressa saman og við teljum 10, 9, 8, ekki gleyma að anda, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beygðu hnén, togaðu aðeins upp að bringu, eins lengi og þú þarft, slakaðu á höfði, svo koma fætur aftur í átt á lofti, nema núna, kreppi við ökklana og setjum hælana saman, hendur niður með hliðum. Virkjaðu djúpkviðin, rúllaðu rófubeininu aðeins inn undir, slakaðu fótunum niður, ekki missa stjórn í kviðnum. Þegar þú ert komin eins neðarlega og þú ræður við, lyftir í höfði, horfir á tærnar og við teljum 10, 9, 8, axlir slakar, 7, 6, ekki gleyma að anda, 5, 4, halda áfram að pressa saman, 3, 2, 1 og svo beygir hnén, togaðu aðeins að þér. 1 eftir, hendur niður. Nú réttur úr ristum, hefur fætur hlið við hlið. Og þú slakar niður, alveg eins og áðan. Haltu djúp vöðva spennunni. Alveg þangað til að þú alveg að fara að missa stjórn og þá kíkjuru, axlir slakar. Höldum tánum svona, höldum ristunum spenntum og við teljum 20, 19, gerum skæri, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1, togaðu hnén upp að bringu. Og ruggaðu, þessi ógeðslega lúmsk, ruggaðu vel hérna. Og ef þú vilt fara aftur inn í káta barnið, þá það líka ágætt. Reyndu að lengja allan hrygginn, þrýstu rófubeininu í átt að dýnunni og dragðu hökuna aðeins inn að hálsi. Ok, þá það mjaðma rétta. Mjaðmabil á milli fóta, ekki hafa meira en mjaðmabil. Tærnar benda beint fram, við ætlum að reyna að vera ekki of útskeif. Okay? Þannig að fóturinn og alveg að liggja í gólfinu, við erum að spyrna mjög mikið í gegnum hælinn í þessari æfingu, en við viljum samt að stóru tærnar beggja megin sérstaklega hafi gott kontakt við gólfið. Okay? Við ætlum aðeins að rúlla rófubeininu innundir til að virkja djúpkviðin. Langur háls, axlir slakar og svo lyftum við upp og við ætlum að halda spennu greipar hérna fyrir aftan bak og göngum herðablöðin saman inn undir líkamanum. Haltu áfram að rúlla rófubeininu inn undir, þrýstu stóru tánum niður og ég ætla að telja 10, 9, haltu, 8, 7, slakur háls, 6, 5, haltu áfram að þrýsta upp, 4, 3, spenntu áfram djúpkviðin, 2 og 1. Komdu núna upp á táberg, losaðu hendurnar og rúllaðu hryggnum niður að ofan, hryggjarleið fyrir hryggjarleið, endaðu á rófubeininu. Þessi svo geðveik. Og togaðu hnén upp að bringu. Ég er búin að gleyma hvað þessi góð. Ok. Þá ætlum við að fara inn í æfingu sem heitir axlastaða.
Eða ef þú treystir þér ekki inn í hana þá ferðu inn í æfingu sem heitir Foss sem snýst í raun og veru bara það að fá fætur í hærri stöðu en hjartað. Ef þú átt kubb, geturðu sett kubb hérna undir og þó ég eigi kubb þá ætla ég bara að sýna hana hér með höndunum sem að hendurnar myndu fara undir mjaðmir eingöngu til þess að hækka mjaðmirnar og gera okkur það auðveldara að halda þessari stöðu hérna. Og þegar ég komin hingað þá hálsinn langur og slakur og ég á mjög auðvelt með að halda stöðunni og hér ætla ég að hreyfa ökklana. Þannig að þetta æfingin sem við myndum kalla Foss. Axlastaðan hins vegar og byrjum við í liggjandi stöðu, hendur niður með hliðum og í einni samfelldri hreyfingu þá lyftum við fótum og mjöðmum og við grípum hérna undir mjaðmabeinin og fáum fætur í átt að lofti. Og þegar við erum komin þangað og beygjum við aftur hnén í átt að enni og göngum herðablöðin betur saman inn undir líkamanum, reyndu að lyfta bakinu frá, alveg svo gerður áðan í mjaðmaréttinni og svo réttum við aftur úr fótum. Og hér velur þér annarkvort axlastöðuna eða fossinn og svo ætlum við að hreyfa hérna ökklana. Við ætlum að halda hérna í smá stund og það er mjög mikilvægt að hálsinn sé alltaf langur og slakur. Svo ætlum við að hjóla út í loftið, rólega, báðar áttir. Svo förum við í split, báðar áttir og spíkat. Hálsinn er alltaf langur og slakur. Svo ætlum við að krossleggja fætur í báðar áttir. Og ef þú ert að gera fossæfinguna, þá heldur þú bara áfram að leika þér með fótstöðuna alveg eins og þér dettur í hug. En ef þú ert komin upp í axlastöðuna, þá skaltu varlega leyfa báðum fótum að síga í átt á gólfinu fyrir ofan höfuð. Það er ekkert víst að tærnar þínar snerti gólfið eins og þeir eru að gera hjá mér. En ef þær gera það, þá fyrst er okkur óhætt að losa hendurnar hérna frá bakinu og hafa hendurnar í dýnunni fyrir aftan bak. Og smá áskorun til þín ef þú ert komið þangað að fara aftur upp í axlastöðuna. Með hendurnar fyrir aftan bak, þú gætir meira að segja jafnvel spennt greipar, fengi ennþá betri stuðning. Smá svona verðum að lesa okkar eigin líkama hér. En þeir segja það jógarnir að viðsnúin staða eins og þessi sé eitthvað sem við eigum að ástunda í 15 mínútur á dag. Engar ágjur, við ætlum ekki að halda þessari æfingu í 15 mínútur. Ok, þið sem eruð í fossinum skulu núna losa hendurnar undan mjöðminni og við sem erum í axlastöðunni ætlum að láta tærnar síga aftur í átt á gólfinu fyrir ofan höfuð, þurfum ekkert að fara mjög langt. Svo ætlum við öll að setja hendurnar í dýnuna fyrir aftan bak og stýra okkur niður lið fyrir lið, eins hægt og bakið leyfir og slökum fótunum rólega niður alla leið, alveg þangað til að fæturnir lenda í gólfinu. Þá ætlum við bara aðeins að slappa af og leyfa líkamannum aðeins að jafna sig, leyfa blóðflæðinu aðeins að jafna sig áður en við gerum nokkuð annað. En það er hins vegar alveg eðlilegt að finna fyrir eymslum í mjóbakinu og sérstaklega ef þú fórst inn í axlastöðunu og plógin eins og ég var að sýna. Þannig að ef þú finnur fyrir einhverju slíku, þá togar hnén upp að bringu og nuttar. Og svo þegar við erum búin að sveigja hrygginn svona mikið í eina átt eins og vorum að gera í axlastöðunu og plógnum, að þá verður við eiginlega sveigjan í gagnstæða átt á móti. Og það er akkurat það sem við ætlum að gera núna. Við ætlum að fara inn í æfingu sem heitir fiskur. Og hún er rosa styrking fyrir efra bak og hún er góð teygja hérna
fyrir framaverðan háls og alveg niður í bringu. Hún mjög góð fyrir alla sem eru með það sem heitir tech neck eða svona símaháls. Þannig að við byrjum hérna liggjandi inn á dýnunni, hendur niður með hliðum alveg eins og í axlastöðunni, nema núna ætla ég að stinga fingrunum svona aðeins inn fyrir rass eða læri, fyrir eftir hvað hendurnar eru langar. Olnbogarnir þétt upp í líkamann og reynum að hafa hárgreiðsluna þannig að það sé ekkert ofan á höfðinu sem er að trufla. Ok, fiskurinn, hendurnar eru komnar inn fyrir rass eða læri, olnbogarnir þétt upp í líkamann. Ég nota olnbogana til að lyfta bringunni hátt, kristi herðablöðin saman, svo halla ég höfðinu aftur á bak og reyna að setja hvirfilinn í dýnuna. Og hér held ég áfram að ýta vel í olnbogana en ég leyfi samt höfðinu að hvíla í dýnunni. Og hér er ég að fá mjög góða opnun á svæðið frá höku og niður í bringubein eða viðbein eiginlega. Og við ætlum að ná góðum 3 til 4, 5 kannski andardráttum hér. Og reynda að pressa bringuna hærra upp í átt að lofti. Og það hvílir svona 90% af þunganum á olnbogunum og bara 10 hérna á hvirflinum. Rosalega góð opnun. Og svo þegar við erum tilbúin að losa stöðuna, ætla ég aftur að ýta vel í olnbogana og lyfta höfðinu og horfa á tærnar. Og svo komum við fyrst niður á herðablöðin og svo niður á hnakkann og þá ætlum við að teygja hendurnar upp fyrir ofan höfuð og lengdu líkamann, leyfðu þér að ganga axlirnar upp og mjaðmirnar niður. Frábær æfing og næst förum við inn í hryggvindu. Og við ætlum að fara inn í þannig hryggvindu í dag að við beygjum hnén, iljar í dýnuna, svo ætlum ég krossleggja. Þannig að nú er ég búin að setja hérna vinstri yfir hægri. Ég krosslegg bara alveg eins og þegar ég sit við borð og er að krossleggja fætur. Ég fer bara eins langt með hnéð hérna að lærinu og ég get. Set svo hægri lófan ofan á efra hnéð og toga báða fætur yfir til hægri. Vinstri höndin, hún kemur svo hérna á ská og upp hinum megin og mér finnst gott að krækja hérna fótinn svona einhvern veginn undir. Þá fæ ég svo óbærslega góða opnun aftan á mjóbakið eða neðst í bakinu. Góðan snúning á allan hrygginn. Anda djúpt. Þetta eru svona 3, 4 andardrættir og svo komum við aftur inn í miðju og við skiptum fót, krossum hérna yfir. Nú er það vinstri hendin sem kemur ofan á hægra hnéð, toga báða fætur yfir til vinstri og leyfi svo hægri höndinni að teygjast hérna á ská og upp. Og reynir svo að anda vel út í allan brjóstkassan. Reynir svo bara að slaka hérna vel á öllum líkamanum. Þetta er svona 3 til 4 andardrættir og svo losum við, togaðu hnén að bringu og ruggaðu aftur eftir þessa. Og svo komum við okkur inn í slökun. Þetta er ekki löng slökun en ef þér er þegar orðið pínlítið kalt þá skaltu jafnvel breiða yfir þig teppi. Og líkstaðan, staðan sem við notum í slökun. Já, færðu þig. Já, færðu þig. Þannig. Staðan sem við notum í slökun. Gott bil á milli fóta, leyfa stóru tánum að detta út til hliðana. Og mér finnst mér sér ágætt að svona rúlla rófubeininu aðeins frá restina af hryggnum. Og ef það er spenna í mjóbakinu þá er betra að beygja hnén. Stundum er nóg að beygja bara annan hnéð. Og það er það sem ég ætla að gera núna. Svo breikkar aðeins bil á milli herðablaða,
hendurnar aðeins út frá líkamanum samt svona niður, lófar upp. Fundir svo þægilegan stað fyrir hnakkan og þrýstu hökunni örlítið inn að hryggnum. Andaðu djúpt að og frá. Og nú ætla ég að telja aftur á bak frá 10 og með hverri talningu þá ætla þú að slaka enn betur á öllum vöðvum, öllum sinum. Þú ætlar að sleppa taki á allir spennu og þreytu og þú leyfir líkamannum að sökkva inn í djúpa, friðsæla og endurnærandi slökun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Og núna hægt og rólega skaltu aftur byrja að vekja líkamann. Hreyfðu tær og fingur. Hreyfðu ökkla og úlnliði. Stækkaðu hreyfingarnar smám saman. Teygðu hendurnar upp fyrir ofan höfuð. Leyfðu þér að geispa og lengdu líkamann. Svo þú ert búin að teygja nóg, þá skaltu beygja hnén, toga þau að bringunni aftur og fyndi hvernig þú losar spennu í mjóbakinu eftir slökunina. Gerðu eins mikið af þessu og þú þarft og þegar þú ert tilbúin, komdu þá upp í sitjandi stöðu og gæti rúlla þér beint upp en það fer aðeins betur með hrygginn. Þá koma fyrst yfir á hliðina og svo upp á hlið inn í einhverja þægilega sitjandi stöðu. Og hér skulum við gefa okkur smá stund til þess að yfirfara líkamann okkar. Við ætlum að leyfa okkur að finna fyrir áhrifunum af því sem við höfum verið að gera. Liðkandi og styrkjandi æfingum en ekki síður slökuninni. Og við skulum gera okkar besta. Taka þessa góðu tilfinningu með okkur inn í restina af þessum degi. Og næst þegar við öndum að, tegjum við handleggina út til hliðana og hátt upp eins og sért að teygja þig í eitthvað. Settu svo lófana saman og fráöndun þrýstu höndunum niður í bænastöðu. Við gerum aftur djúpt að teygðu hátt. Fráöndun. Einu sinni enn, innöndun, teygðu hátt og taktu það með þér. Takk fyrir samveruna. Namaste. Þangað til næst. Hafa það sem allra best.